Árangur máttar kvenna má meðal annars rekja til þess að margar konur hafa bæði bætt eigin starfsemi, þær sem eru svona einyrkjar með litla atvinnustarfsemi, eins líka að þá hafa þær sett á stofn fyrirtæki. Ástæðan fyrir því að ég kom hingað og fór í mátt kvenna var að víkka aðeins og fá nýjar hugmyndir af því sem ég get gert fyrir mitt fyrirtæki. Ég sá nýjar víddir fyrir bara starfsfólkið mitt og hvað ég geti gert fyrir það og hvernig því geti liðið betur hjá mér sem atvinnurekanda. Ég er náttúrulega búin að vera rosalega dugleg að tala það að ég ætla að fara að stofna fyrirtæki og með flotta hugmynd og þegar þetta námskeið kom upp þá voru margar raddir úr mörgum áttum sem komu og bara akkur skráði ekki á þetta námskeið og þetta kom eiginlega bara akkurat fullkominn tíma þannig að ég ákvað að skrá mig bara á þetta námskeið og ég sé sko ekkert í því. Helstu verðmæti námskeiðsins eru kannski sjálfstyrkingin og persónlegur árangur kvennanna. Þær mynda með sér tengsl og ég í hópunum sem voru hér áður fyrir að þar er gríðarlega sterkt tengslanett. Máttur kvenna hjálpaði mér alveg ofsalega mikið, gaf mér sjálfstraust sem að ég vissi að ég ætti til einhvers staðar en það hjálpaði mér að grafa þau upp. Mér fannst allir tímandi mjög skemmtilegir og kennararnir bara ég á ekki til orð til að lýsa henni svona hvað þeir eru frábærir kennararnir hérna á Bifröst og bara hver öðrum flottari. Vinnuhelgarnar voru æðislegar. Það var alveg æðislegt að fá að kynnast þessum stelpum. Við kynntumst frekar náið. Þetta er náttúrulega fjarnám, þannig að maður vinnur vinnuna sína sjálfur en þessar helgar gefa manni ótrúlega mikið. Við vorum konur á öllum aldri, ég held að yngsta hafi verið í kringum 22-23 ára og svo upp í 60 ára og við náðum allar alveg ofsalega vel saman. Það var alveg ótrúlega gaman og ég eftir að sakna þeirra mikið, ég vildi óska að við hefðum fengið lengri tíma saman. Það eru engin inntökuskilyrði í mátt kvenna annað en það að þú sért kona. Þetta hafa verið konur sem hafa einungis lokið grunnskólanámi alveg upp í konur sem hafa lokið meistaranámi. Ég er náttúrulega með háskólapróf en samt sem áður held ég að þetta nýtist öllum. Af því að þetta er svona öðruvísi nám, þarft að fara út fyrir þægindarammaðinn.